Ég heiti Gerður Guðmundsdóttir og að kenna hérna í Verkmenntaskóla Austurlands í Neskaupstað. Og við í Verkmenntaskóla Austurlands erum að byrja okkar þriðja grænfánatímabil núna. Og ég ætla að fjalla verkefni sem við gerðum á okkar fyrsta tímabili sem var að halda fatamarkað og svona hvernig við tengdum það við nærsamfélagið. Og síðan í framhald af því að svona fjalla aðeins nokkur verkefni sem að tengjast bæði fatamarkaðnum og einnig bara þessari tengingu skóla við nærsamfélagið. Og það var sem sagt á svona seinni hluta fyrsta grænfánatímabilsins, það var svona þegar var komið að þessu markmið að vera með fræðslu, sem upplýsa og fræða aðra og tengja við nærsamfélagið. Og við vorum búin að vera með svona í huga að hafa eitthvað málþing eða fatamarkað og það var síðan úr að við héldum sem sagt fatamarkaðinn. Og á þessum tíma þá vorum við búin að vera í sambandi við Náttúrustofu Austurlands mögulega að gera eitthvað saman, eitthvað svona vera í samstarfi með að gera eitthvað í þessari svona kynningu eða út í nærsamfélagið. Og Náttúrustofan hún hafði á þessum tíma sótt styrk frá Sún sem samvinnufélag útgerðarmanna í Neskaupstað til þess að fá fyrirlesara í heimsókn hingað austur. Og sá styrkur fékkst og það var ákveðið að fá Stefán Gíslason, umhverfisstjórnunarfræðing hjá Umhverfisráðgjöf Íslands og hann var fenginn til að koma. En hann hafði á þessum tíma verið að flytja svona fyrirlestra fatasóun víða. Og við í umhverfisnefndinni ákváðum þá að tímasetja þennan fatamarkað og hafa þetta á svona sama tíma og hann væri hérna með þennan fyrirlestur. Þannig að þetta væri svona, samtímis. Og svona verkefni sjálft. Þetta voru við nemendur í vist- og umhverfisfræði sem voru svona með yfirumsjón í að skipuleggja og framkvæma þennan fatamarkað. Og markmiðið var að þátttakendur yrðu meðvitaðir fataneyslu og fatasóun. Öllum öðrum nemendum og starfsfólki var svona frjálst að vera með þetta, taka þátt í markaðnum, koma með föt og bara ef þau vildu vera með að öllu leyti þá var það velkomið. Í upphafi þá var svona nemendum í þessum áfanga, þeir fengu svona fræðslu í ýmsu sem að tengist neyslu og ég ætla að vera með það á næstu glærum svona sjá bara það sem þau voru að skoða og spá, áður en við fóru í verkefni sjálft. Og það var svona þetta, hvað getum við gert? Þessi nútíma lífsstíll okkar hefur í för með sér umhverfisvandamál og hvað getur þú gert í því? Og það var svona að þetta að hugsa hnattrænt en að grípa til aðgerða heima fyrir. Það geta allir gert eitthvað en enginn gerir allt. Og svona ef við tökum þátt í að vernda umhverfið þar sem við búum þá fer það að skipta máli fyrir heildina. Og ef við minnkum notkun á hráefnum sitjum við uppi með minni úrgang og svona ef við draugum úr flutningum og orkunotkun náum við að breyta einhverju til batnaðar. Og þetta var síðan og sorpfjallið stækkar í takt við einnota-samfélagið, en það eru nú margir sem eru farnir að flokka sorp, stunda moltugerð og endurvinna. Og þá var svona, og hvað með þig? Þá áttu þau svona að fara að spá aðeins í þetta líka. Og svona þessi hugsun að úrgangur er verðmæti en ekki rusl. Og síðan var svona þetta hvað getum við sem einstaklingar gert. Þetta var svona það sem að þau fóru í gegnum svona áður en að næsta kannski svona dæmi jákvæð áhrif sem við getum haft. Það til dæmis að vera meðvituð innkaup,
hvaðan kemur varan og hvernig hún framleidd, og það nú hægt að sjá þetta oft á mörgum vörum í dag. Þau eru með svona einhverja merki sem að þá staðfesta gæði vörunar, minnka matarsóun og lágmarka úrgang, flokka úrgang, nota minna af einnota hlutum og vörum, og síðan þetta að spá í það, varan sem við notum, hún nauðsynleg? Og síðan alltaf, þegar við erum búin að nota vöruna, endurnýta, endurnota eða endurvinna. Þetta var svona það sem að þau fóru í gegnum áður en þau fóru í verkefni sjálft, þetta að byrja að undirbúa fatamarkaðinn, og síðan var svona nálgast þetta með því að fara að fjalla föt og fataneyslu. Og það var þetta fatakaup eiga stóran þátt í vistspori hvers einasta heimilis, og því þetta svona, því skiptir miklu máli hvernig fólk hagar þessum hlutum af lífi sínu. Þannig að það mikið af fötum sem að bara enda í ruslinu, og líka svona þetta, þurfum við alltaf að vera að fá okkur eitthvað nýtt. Við komum svona að því aðeins seinna. Og það þetta, hvað getum við gert til að draga úr fatasóun? Og þá þá hugsunin, allt frá því að ákvörðunin tekin innkaupin og síðan þangað til varan hefur lokið hlutverki sínu. Og það þá þetta alltaf gott að hafa í huga við innkaup, vantar mig þessi föt og varan svona í alvörunni nauðsynleg. Það svona hugsa þetta aðeins svona áður maður svona ákveður það að fara að kaupa fötin. Og síðan ef að fötin eru keypt, þá var svona spá í, þegar við erum hætt að nota þau, að endurnýta, endurnota þau, einhver annar sem getur nýtt fötin, eða þá ef það einhver endurvinnsla á fötunum, að gefa þá fötunum nýtt líf. Og á þessum tíma sem að þetta verkefni var, þá var árshátíð að nálgast, þannig að þetta var svona fínn áróður svona fyrir árshátíðina, alltaf í sömu fötunum, en vantar ekkert endilega eitthvað nýtt, að þá væri svona tækifæri til að skiptast á fötum. Og það var svona, já, þá svona erum við komin að þessu, þar sem að þau voru komin að verkefninu sjálfu. Hvað þarf að gera til að halda fatamarkað? Nemendurnir, þeir skiptu með sér verkum og skipulögðu fatamarkaðinn. Þetta voru semst bara skipt í hópa og þá voru hópstjórar. Hvað þarf að græja? Það þarf að fá einhvern sal eða stofu til að vera með fatamarkaðinn. Það þarf að fá slár til að hengja upp föt og það þarf að fá herðatré. Það þarf að búa til auglýsingar og þar eru svona samfélagsmiðlarnir sem að skipa stóran sess, en það þarf líka að gera þetta svona á gamla góða mátan, bara veggspjöld sem voru hengt upp í skólanum, og það var farið með veggspjöld í alla bæjarkjarna í Fjarðabyggð, sem sagt í búðirnar, búðir og sjoppur, og það þurfti að búa til auglýsingar til að fá föt á markaðinn og einnig sem sagt að auglýsa fatamarkaðinn sjálfan. Síðan var þarna hópur sem að sá taka myndir og fréttir, að vera með svona allt ferlið, að taka myndir og glósur úr ferlinu, þannig að það væri svona til einhver svona saga það. Og síðan voru tveir sem voru með það að setja frétt á heimasíðuna, bæði í byrjun, að kynna fatamarkaðinn og síðan í lokin svona segja frá hvernig hafði gengið. Og svo þetta að taka myndir allan tíman og setja svona inn á Facebook síðunar jafn óðum. Og allir höfðu áttu að skoða þetta með að koma með fötamarkaðinn. Það væri svona gott tækifæri til að taka til í skápum og skúfum og koma með á markað, og
finna þá var hægt að fá ódýr föt eða skipta á fötum og taka með heim og síðan hérna aftur af því að það var að koma ásatíð þið leið á að vera alltaf í sömu fötunum að þá var svona tilvalið að koma og skipta. Og þetta var síðan svona auglýsingin bara sem fór út, tímasetning á fatamarkaðnum, tíminn til að koma með fötin og síðan þetta að nemendur ákváðu sem sagt að allur ágóði af markaðnum færi til UNICEF, Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna og það safnaðist mikið af fötum og fatamarkaðurinn gekk bara mjög vel. Og það náðist að safna, það var stefnan að safna fyrir vatnsdælu og það var sérst safnað fyrir vatnsdælu og afgangurinn af fötunum fór síðan bara í Rauða krossinn. En þetta var samt þannig, þú gast alveg komið með föt, ef þú komst með föt þá gastu tekið föt í staðinn, þannig að það var ekkert endilega að væri eitthvað point að vera að safna einhverjum ægilega miklum pening, en það var ágætt að ákveða samt eitthvað málefni bara til að setja peningin í, ákveða það fyrirfram, hvert hann ætti að fara. Og afgangurinn fór síðan, það sem gekk af fór þá í Rauða krossinn. Og síðan í tengslum við fatamarkaðinn þá var þessi fyrirlestur hjá Stefáni Gíslasyni tvisvar í sömu fötunum, það í lagi? Og þetta voru opni fyrirlestrar fatasóun, þar sem var svona farið yfir umhverfisáhrifin sem fataframleiðslan hefur í för með sér og endurnýtingu á textílvörum og nefndist erindi þarna tvisvar í sömu fötunum, það í lagi? Þetta var fyrirlestur sem var haldinn á skólatíma en hann var auglýstur þannig samt að það voru allir velkomnir að koma. Það var bara opið hús. Og Stefán hélt síðan annað erindi kvöldið og sem nefndist plastið, rafbílarnir, fatasóunin, hvað get ég gert? Og eins og ég nefndi áðan þá voru þessi fyrirlestrar í samstarfi við Náttúrustofu Austurlands sem stóð að fyrirlestrunum með styrk frá Zoom og fyrirlestrarnir voru auglýstir með fatamarkaðnum. Þetta var opið fyrir alla. Og hérna bara svona auglýsing sem fór á heimasíðu skólans. Og þessi svona auglýsingar sem fóru á samfélagsmiðlana voru svona í þessum dúr. Ýmsar gerðir. Og þarna svona, það sem að nemendur bara fengu að njóta sín í að búa til auglýsingar. Austurfrétt, fréttamiðill á Austurlandi var með fréttumarkaðinn, þar sem að var svona bara farið í gegnum ferlið, hvernig hugmyndin hafði komið og að fyrirlestrarnir væru hérna með Stefáni Gíslasyni. Já, og hann hélt líka fyrirlestur, fór upp á, var með fyrirlestur upp á Egilsstöðum þarna daginn eftir. Þannig að þetta var svona fín auglýsing að fá þetta þarna kynnt í Austurfrétt líka. Og hérna bara svona nokkra myndir þarna úr vinnunni og af markaðnum. Þetta var bara, gekk bara ljómandi fínt. Síðan var það á öðru tímabilin okkar ef maður skiptir öðru grænfánatímabilinu, þá var hérna eitt markmið sem hét fataskiptasláin og það var svona markmið að minnka neyslu og eyðslu nemenda og starfsfólk og á sama tíma stuðra á svona bættri lýðheilsu. Það er svona öllum liði betur bara ef þið væri ekki að spreða inn í föt og heldur myndi bara nýta það sem er til og skiptast á fötum. Og þetta var svona, kom í kjölfar
fatamarkaðurinn sem hafði verið haldinn þarna árinu áður, þá kom þessi hugmynd upp að hafa fataskiptaslá sem væri hægt að taka fram öðru hvoru við svona hin ýmsu tilefni og þannig væri hægt að koma með föt sem gætu þá fengið nýtt líf hjá öðrum einstaklingum. Það var svona hugmyndin. Og svona upphafið af þessari fataskiptaslá kom þegar það var hann á norræni fataskiptadagurinn í apríl 2019 og í byrjun þá voru þetta bara svona starfsfólk sem settu upp svona fataskiptadaga bara í kennararýminu sem færðist síðan yfir í nemendarýmið og nemendurnir tóku þátt í með okkur, þannig að þetta var bara svona varð af fataskiptadögum og fataskiptasláin hún var bara uppi alveg fram á vor bara á göngum skólans og virkaði bara alveg ótrúlega vel. Það var endalaust verið að skoða og ná sér í föt og koma með ný og þetta er svona verkefni sem allir voru svona mjög mikið saman í, nemendur og bara allt starfsfólk. Og já, þessi fataskiptaslá var uppi fram á vor, það síðan tekið niður og síðan var það svona á degi íslenskrar náttúru, þá var ákveðið svona tilefni þess að var fataskiptasláin tekin fram aftur og hafið uppi bara í viku og svona af því tilefni þá var tekið viðtal við Önnu Karen sem var fulltrúi nemenda í umhverfisnefnd þar sem hún talaði og var að vekja athygli á skynditísku og áhrif skynditísku á umhverfið. Og það var Austurfrétt sem kom með frétt fataskiptaslána þarna og á degi íslenskrar náttúru. Annað sem aðeins meira að fataskiptasláni að tæknidagur fjölskyldunar. Þetta er svona tæknidagur, hann er tileinkaður tækni, vísindum, sköpun og þróun á Austurlandi og þetta er dagur sem hefur verið haldinn á hverju ári frá árinu 2013 og þá koma fyrirtæki og stofnanir frá öllu landinu og eru með viðburði þennan dag og það er Verkmenntaskóli Austurlands og Austurbrú sem standa að tæknideginum og njóta til þess stuðnings bara frá mörgum fyrirtækjum. Og aðsókn að þessum degi hefur aukist á hverju ári. Þetta eru alveg, það kemur alveg Háskóli Íslands, Háskólinn á Akureyri og bara fullt af öðrum fyrirtækjum bara frá öllu landinu sem koma og kynna verkefni á þessum degi. Alltaf mjög skemmtilegur og við á þessum tæknidegi 2019, hann var ekki haldinn núna 2020 í fyrsta skipti bara síðan 2013 bara út af COVID. En síðast þegar hann var haldinn þá voru það nemendur í náttúrufræði, vísindaleg vinnubrögð og náttúrufræðigreinar sem voru að kynna heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun og við ákváðum umhverfisnefndinni að það væri sniðugt að taka fataskiptaslána fram og hafa hana með þarna á tæknidaginn og svona í stuttumálum að segja að hún vakti bara mjög mikla athygli og hún tæmdist, við vorum með svona poka til að fylla á hann alltaf og hún var bara gífurlega vinsæl, þannig að hún svona stal svolítið senunni þarna en það var bara jákvætt og gaman að því. Þannig að svona eftir tæknidaginn þá fórum við með þessa fataskiptaslá og hún hefur bara verið, var bara á göngum skólans allan síðasta vetur og gekk bara vel. Það voru svona, eins og ég sagði áðan, þetta er svona verkefni sem allir voru saman að gera og hérna er bara einn skemmtileg mynd. Það var forsætisráðherra Íslands, Katrín Jakobsdóttir, kom í heimsókn til okkar og hún fór að skoða fataskiptaslána, fór nokkrum sinnum að kíkja og lét taka mynd af sér þarna með henni og postaði henni síðan á Facebook síðan sína. Þannig að við vorum bara ánægð með það.
Þannig að, já, þannig að þetta var svona fataskiptaslána, hvað hún bara, já, virkar vel. Mæli með svona fataskiptaslá. Aðeins í lokin, þetta er svona til að bara fjalla þetta svona tenging við samfélagið. Þá ætla ég að nefna að Rotary klúbbur Neskaupstaðar hafði samband við okkur það hvort við vildum koma og kynna okkar starf á sérstökum fundi hjá þeim sem var tileinkaður svona umhverfis- og loftslagsmálum. Og það var úr að Rotary klúbbur Neskaupstaðar og Verkmenntaskóli Austurlands buðu til kvöldstundar þar sem umhverfis- og loftslagsmál voru í aðalhlutverki. Þannig það var bara opið hús, allir velkomnir. Og svona það sem við kom okkur, það var svona við kynntum bara grænfánavinnuna sem á sér stað í Verkmenntaskóla Austurlands. Og síðan var það Ingibjörg, íslenskukennari, sem kynnti það hvernig íslensku og sjálfbærnikennslu er flettað saman. Og svo kom hún Anna Karen, hún útskriftarefni og var með fyrirlestur veganfæði og almennt svona umhverfismál. Og hún svona stal senunni þarna á þessu kvöldi. Það var svona fyrirlestur sem lét engan ósnortinn og var svona umræðu efnið bara lengi og eftir. Þannig að hún sló alveg í gegn þarna þetta kvöld og hún er svona nemandi sem kom inn í umhverfisnefnd sjálf, eins og hún sagði sjálf, hún bara með mikinn umhverfiskvíða og það var svona hennar leið. Hún vildi þá koma og taka þátt í umhverfisnefndinni til að gera eitthvað í því og hún bara stóð sig bara mjög vel og já, og gerir enn. Útskrifi héðan samt, en er öll í þessu. En þetta er svona, var að síðasta glæran, þannig að bara takk fyrir mig. Það er einhverjar spurningar. Ég er nú ekki með spurningu. Við erum nefnilega með svona fataskiptaslá í MTR. Já. Ég er einmitt í kjól sem ég fékk þar.